Fyrst til að veita andsvar hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Nicole Liimosti fyrir hennar ræðu sem fór auðvitað fyrst og fremst í velferðarmálin og mig langar að spyrja sérstaklega það sem hún ræddi sérstaklega sjúkrahúsþjónustu í sinni ræðu. Og mig langar að spyrja, nú liggur fyrir að stór hluti af aukningunni í sjúkrahúsþjónustu að fara til þess að byggja nýjan spítala sem gott markmið og við hv. þingmaður erum sammála Telur í fyrsta lagi hv. þingmaður að það sé með þessari áætlun komið til móts við kröfur Landspítalans aukið rekstrarfjármagn? Eða telur hv. þingmaður að það þurfi að gera betur? Hún veit að þetta var náttúrlega stærsta málið fyrir síðustu kosningar. Og í öðru lagi langar mig að spyrja hvað hv. þingmanni finnst tillögu meirihluta fjárlaganefndar að það verði sett sérstök pólitísk stjórn yfir Landspítalann, sem auðvitað mjög óvenjulegt í opinberum rekstri í dag. Hvort hún sammála þessari tillögu? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nicole Liimosti. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir spurning og áætlun að koma til móts með Landspítalið og hvort við þarf að gera betur. Jú, við þurfum að gera betur, en við þurfum að gera þetta saman. Ég skal bara tala hér af hreinskilni af mín upplifun á fund með Landspítali, ekki bara þar en nokkur sinnum. Einhvern veginn Landspítali í vörn og mín upplifun var að einhvern veginn var ég komin í einhver svona stöð þar sem það var baráttu. Og að svona he said, she said, fyrirgeðu að ég skuli sletta, virðulegur forseti, að það vantar meira, við erum að gera meira, að þetta mér erfitt, að það þarf einhver að stíga inn, koma þetta saman, skilgreina þetta betur, svo að það gagnast. Og hér, nú ég að renna úr tíminum, ég tala McKinsey-skýrslu í restin. Og svara varandi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og hún lýsir því að hún upplifi það að Landspítalinn sé í vörn, að stjórnvöld og Landspítalinn séu ekki sammála. Það upplifun hv. þingmanns, upplifun sem við höfum tekið eftir líka, enda sagan á bak við fjárhagsstöðu Landspítalans löng. Hún ekki bara frá því núna, hún frá því að hagræðing hófst á spítalanum 2003. Og staðan auðvitað líka sú að með því kerfi sem var samþykkt með lögum 2007 sjúkratryggingar, þá var breytt fjármögnun hins einkarekna heilbrigðiskerfis þannig að hið opinbera kerfi hefur setið eftir. Og þegar hv. þingmaður segir þarf einhver að stíga inn í það að bæta samskipti Landspítalans og stjórnvalda, hv. þingmaður ætlar að svara mér hvað henni finnst tillögum stjórn, ekki bara stóra málið það að Landspítalinn hefur átt undir högg að sækja allt frá 2003 sem útskýrir þessa varnarbaráttu sem hv. þingmaður lýsir hér í sínu svari? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nicole Liimosti. Virðulegur forseti, jú, og ég viðurkenna það að ég hef verið mjög mikið að kafa í málefni og fjárveiting til Landspítali og þegar mestu niðurskurð var í hrun, þegar útgjald minnkaði 2 milljónir upp í 3 milljónir, 2 ár í milljarður fyrirgefðu, maður ekkert búinn að tala. Ég vil bara beina aðeins á McKinsey-skýrslu. Henni úttekt sem allir vitna í sem mjög mikilvægt. Og í skýrslunni þau tala eftir og eftir aukin skilvirkni að rekstri og ég ætla að vera alveg hreinskilin. Það ég sem búin að vera að hlaupa þinghús og leggja fram hugmyndir með leggistjórn á spítali. Ekkert á pólitísk forsendur, heldur fagleg. Að við setjum einhver fagaðila í rekstri svo að forstjóri spítalans þarf ekkert að vera í baráttu, í pólitísk baráttu á fundi eftir penning.
að hann þarf ekki að koma hérna niður í þinghús 5 mínútur í afgreiðslu fjárlaga til þess að betla penning. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég vil nú segja að ég var pínu hissa. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég var nú pínu hissa á þessu síðasta svari. Af því að á þetta fá ekki við allar stofnanir ríkisins ef við eigum að tala einhver faglegheit. Ég hefði nú haldið það að þeir sem að sinna stjórnunarstörfum á Landspítalanum séu einmitt fagfólk og auðvitað eru allar stofnanir í ákveðinni hagsmunabaráttu fyrir sínar stofnanir. Það eðli málsins samkvæmt bara þannig. Þannig að ég verð nú eiginlega að segja það að mér finnst þetta afar sérstakt. Þó að þarna séu miklir fjármunir að ræða þá breytir það nú því ekki mér finnst þetta lýsa svona svolítið vantrausti á stofnunina. En mig langaði til að spyrja hv. þingmann þetta DRG flokkunarkerfið. Af því að það verið að leggja til að það verið farið eftir McKinsey-skýrslunni með því að nýta fjármuni. Hvort að þingmaðurinn telur og formaður velferðarnefndar að Landspítalinn búi í rauninni við þá aðstöðu að geta byrjað að nýta sér DRG flokkunarkerfið vegna þess m.a. fráflæðisvandinn svokallaði, hann gríðarlega mikill og við höfum ekki leyst úr honum enn sem komið er. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Nicole Mosley. Virðulegur forseti, ég tek undir það að þeim sem stjórna spítalann núna fagfólk, ekki spurning. En það mín skoðun að núna á meðan mestu uppbyggingu í sögu landsins í gerð að þeirra orka, þeirra þekkingu og þeirra kraftur hafa verið nýtt inn í spítala. Að þar eiga þau að vera að vinna af þessu skilvirkni sem rætt í McKinsey-skýrslu. Þeirra þekkinga á að vera þar, ekki hér í þinghúsinu að tala við hálfvitir Haraldur Benn. Þetta mín skoðun. Ég meina, hann ágætur að tala við, en þið skilur hvert ég að fara þar. Að mín tillaga að einlægni hugsað út frá spítali á hvar þessi magna þekkingu á að vera. Það á að vera þar, ekki hér í pólitísk baráttu. Það mín skoðun. Og hvað varðar kerfið, við reyndum að ræða þetta á fundin í fjárlaganefnd. Ég spurði sérstaklega út í taka upp eftir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svörin. Ég verð nú að segja það að þetta hljómar nú þannig eins og það sé verið að lýsa ákveðnu vantrausti yfir stjórn Landspítalans vegna þess að ég tel að Landspítalinn geti vel verið í því ferli að sinna innra starfi sem og því að sinna ytra starfi eins og þingmaðurinn hér að leggja að það sé ekki hægt að hugsa það að byggja upp húsnæði leið og við hugsum innra starf spítalans. Ég bara ekki sammála því og mér finnst þetta vera svolítið sérstakt og ég spyr þingmanninn hvort að hún hafi rætt þetta sérstaklega áður en að hugmyndin kom fram opinberlega við forstjóra spítalans eða yfirstjórn vegna þess að þetta kom mjög flatt upp á mjög marga. Og ég spyr hana þá líka bara í leiðinni, telur hún að þetta eigi við fleiri stofnanir ríkisins? Að skynsamlegt sé að setja stjórn yfir fleiri stofnanir ríkisins eins og hér lagt til? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Nicole Mosley. Ég var að reyna að skrá alveg rosalega hratt. Ég ætla bara að segja þetta eftir en það langt frá því að vera vantraust á mína hluti, frá mínu partur, langt frá því. Það frekar hinsegin að ég treysti þeim til þess að sinna spítalamál og þeir eiga að vera þar og ég vil sjá Páll Matthíasson ná árangur. Það það. Ég segi það hér og nú. Ég ætla bara að taka það fram. Ég kem frá annað land. Ég þekki hvergi spítala heima hjá mér, hvort þetta opinbert eða einkavætt eða eitthvað sem án stjórn. Þetta bara mín reynslu, þetta bara mín þekkingu og þegar ég sé menn að reyna að rekka spítala og líka vera í pólitísk baráttu fyrir pening
á meðan það svo gríðarlega mikið, og ég ekkert að tala allt stofnunar, núna á þessum tímapunktur, þar sem það svo mikið ákall fyrir uppbyggingu spítala í heilbrigðisþjónustu og við erum að byggja ný spítali. Þeirra kraftur, þekkingu og orka á að vera þar. Fyrirgefðu. Nei, við höfum ekki hist til að ræða. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Forseti, á 54. blaðsíðu fjármálaáætlunarinnar segir að það sé gert ráð fyrir því að á tímabilinu fram til ársins 2022 þá muni laun hækka 9%. Og nú gert ráð fyrir því það hvergi gert ráð fyrir því að þessi launakostnaður sé étinn upp almennt í kerfinu, þannig að það fellur á hvern málaflokk fyrir sig. En í málaliðnum sjúkrahúsaþjónustu gert ráð fyrir samtalshækkun á tímabilinu fram til 2022 8,8%. Fyrir mér hljómar þetta eins og 0,2% niðurskurður þegar tekið tillit til launaþróunar. Getur hv. þingmaður Nicole Mosley gert aðeins grein fyrir því á hvaða hátt þetta ekki niðurskurður, hvernig þetta gagnast í rauninni þeirri uppbyggingarstarfsemi sem gengið út frá? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nicole Mosley. Einfalt svar við því, þetta ofan á fasta verðlag. Þá veitir andsvar að nýju hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, það einfalt andsvar við því, það rangt. Það ekki bara hreinlega fastar verðlagsbreytingar sem eiga sér stað þarna, vegna þess að það eru auðvitað kjarasamningar sem koma inn á milli. Þetta ekki þannig að þetta sé bara verðlagsbætt. Ef það svo væri, þá væri þetta ekkert vandamál. En það aftur á móti, jú, einhver hluti af þessu verðlagsbættur, en mun kannski koma upp á móti. En það gert ráð fyrir líka að auðvitað munu einhverjar kjarabætur eiga sér stað. Og þetta bara hreinlega rangt að ganga út frá því að þessi 9% einhverra hluta vegna hverfi. Ef svo væri þá þyrfti ekki að taka tillit til þess í fjármálaáætluninni á blaðsíðu 54 vegna þess að í einmitt sömu áætlun á svipaðri blaðsíðu, ég held 53 eða 52, þá kemur fram að þar sem það gengið út frá því að öll fjármálaáætlun sé einmitt á föstu verðlagi. Þannig að það þyrfti ekki að taka þetta fram. Það væri óþarfi. Þannig að ég skildi ekki. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nicole Mosley. Virðulegur forseti, hér í þessi slundurliðin ríkisstjórn hef ég fengið aðstoð frá einu mína kollegur í hinu flokk. Hérna misskilningu að ræða. Allar tölur útgjaldaramma á verðlagi ársins 2017. Það komið því til með að hækka á hverju ári samræmi við launa- og verðlagsbreytingar. Þær hækkunar verða væntanlega í samræmi við hagvöxt. Við erum því að tala 8,8% vöxt sjúkrahúsþjónustu fyrir utan alla hagvaxtar og verðlagshækkunar. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Já, frú forseti. Ágætis umræða, en einhvern veginn þá ég ekki alveg að átta mig á sýn hv. þingmanns Nicole Mosley og formanns velferðarnefndar, en samkvæmt umsögn forsvarsmanna Landspítalans segja þeir að það sem fram kemur, þetta viðbótarfjármagn sem lagt til Landspítalans í fjármálaáætlun, sé að verulegu leyti fengið með því að fella niður fjármögnun til ýmissa verkefna sem eru nú þegar og verða áfram til staðar. Auk þess sem sum ný verkefni sem ríkisfjármálaáætlunin felur í sér aðeins fjármögnuð að hluta og hvergi gert ráð fyrir tækjakaupum til nýbyggingar við Hringbraut og ýmislegt fleira sem gert ráð fyrir, þar að segja, þetta eru forsendur sem sagt fyrir því að nýr meðferðarkjarni og rannsóknarhús verði tilbúið árið 2023.
Þannig að þetta passar ekki saman og ég spyr því hv. þingmann, finnst henni þetta í lagi? Þarna eru risastór göt sem við höfum engin svör við fengið ennþá. Andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nicole Mosti. Virðulegur forseti, það er rétt hjá þér, á fundum kom fram þessi upplýsingur en á fund sem fór fram eftir það fengum við skýringu á því, við fengum nákvæmar tölur og við fengum líka þá upplýsingur að það eru ýmis verkefni sem hefur klárað eða ljúka og þeim fjármagn rennur áfram inn í spítali. Það er eitt skýringu. Svo að eins og ég sagði að ég taldi að hér var alveg rosalega brú. Landspítali var í vörn og þau voru að segja eitthvað hér og þessi plagg sem við höfum hér var að segja okkur annað, að ég taldi að það þurfti vera miklu meira að kafa þarna ofinni og brúa þann bíl og þannig kynnti svolítið undir þessu hugmynd hjá mér að það væri ágætt að hafa einhver önnur fag, að leyfa þeim vinna þeirra vinna, brúa þessu bíl og leyfa einhver stíga þarna inn og vinna með þeim og með ríkisstjórn eða valdahafa ef það vilja. Þá veitir andsvar að nýju hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Silja Dögg Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég er ekki sannfærð. Ég hef ennþá verulegar áhyggjur af rekstri Landspítalans og ég hef líka gríðarlegar áhyggjur af heilsugæslunni, bæði hér á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. En í efnislegri vinnslu málsins setja nýjum lögum um sjúkratryggingar og fleira innan velferðarnefndar síðasta sumar kom upp áhyggjur hvort að mönnun heilsugæslunnar væri undir þetta veigamikla hlutverk búið, þar að segja sem fyrsti viðkomustaður. Við vinnslu málsins var ákveðið að setja aukafjármagn 300–400 milljónir inn í heilsugæsluna til að styrkja henni þessu hlutverki og það var gert. Hins vegar þarf að bæta verulega fjármögnun heilsugæslunnar svo þetta gangi upp. Mig langar til að spyrja hv. þingmann og ég kem enn og aftur að gagnrýni okkar hér varðandi það er stöðugt blandað saman þarna fjármagni sem rekstrarkostnaði og fjárfestingum, þá líka heilsugæsluna eins og flest annað í fjármálaáætlun. En mig langar til að heyra í hv. þingmanni hvort að hún deili þessum áhyggjum mínum af heilsugæslunni og þessari framtíðarsýn sem við höfum heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað, hvort þetta gangi hreinlega upp miðað við fjármálaáætlun. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nicole Mosti. Ég deili ekki áhyggjur af framtíðarsýn. Það skal ég taka alveg fram. Mér finnst það gott framtíðarsýn og mér finnst það réttmætt að við stefnum þar. En hins vegar með það upplýsingar sem við fengum hér en á eftir eins og ég rætti að það var ekki nægilega skýr hvað varðar fjármuni til verkefnisins út frá þeim mælikvarða sem var sett fram, að það var ekki nóg skýr. En þessi plagg átti að vera stefnumótun og ég átti að vera að mæla það og veldu mína áhyggjur fram til ykkur inn í fjárlaganefnd. Og nú stend ég og þú hér að ræða það að þetta er okkur verkefni í haust og þar næstu haust og þar næstu haust að mæta okkur áhyggjur með ábyrgð.